Ég vildi hafa einstaklingsverkefni mitt uppáhaldsvélmenni mitt, Curiosity, eða sá forvini sem kjarnorkuknúinn Mars-jeppi frá bandaríska fyrirtækinu NASA. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity. Og þar með var Curiosity skotið á loft þann 27. nóvember 2011. Tilgangur verkefnisins var að finna ummerki líf á Mars og svara uppáhaldsspurningunni minni. Var til líf á Mars? Curiosity skannar einnig geislavirkni sólar á Mars sem hjálpar mikið til með mannaða ferð þangað. Curiosity meðal annars vélmenni af gerðinni MSL, Mars Science Laboratory, eða Mars vísindarannsóknastöð. Það tekur 14 mínútur fyrir útvarpsbylgjur að ferðast milli Mars og Jarðar. Curiosity var 8,5 mánuði á leiðinni til Mars. Það var tekið 11 km hlaup til þess að fagna því að Curiosity hafði lokið við að fara 11 km á Mars. En hvað það? Nú komið að lendingunni. Curiosity notar litlar eldflaugar og lóðir til þess að stjórna lendingunni. Hitaskjöldurinn hitast upp í 1600 gráður. Hitaskjöldurinn kólnar niður. Svo opnuð heimsins stærsta fallhlífin sem 21 metrar að þvermáli og þolir yfir 16.000 kílógramm. Skjöldurinn dettur af. Fallhlífin hægir aðeins niður í 400 km á klukkustund þannig að við verðum að nota eldflaugar. Radarinn leitar að geilgígi sem stór gígur með 6 km fjalli í miðjunni. Þar lendingarstaður fyrir Curiosity. Vísindamenn halda að þar hafi runnið vatn. 20 metrum yfir yfirborði Curiosity látið síga í línum sem kemur í veg fyrir rykský sem getur skemmt mikilvægum tæknibúnaði. Línurnar slitnar og eldflaugarnar fljúga í örugga fjarlægð frá Curiosity. Curiosity lenti vel á leiðarenda þann 5. ágúst 2012. Curiosity með 2 metra langan arm sem með öllum verkfærunum. Arminum bor, myndavél og skófla. Curiosity komst að því með þessari skóflu að það hægt að fá vatn úr öllum sandum á Mars bara með því að hita það upp. En við upphitunina losnar frá banvæn gastegund sem heitir chlorine. Eftir mörg þúsund klukkutíma af pröfum og vinnu í þetta vélmenni hefur þetta svo sannarlega skilað sínu. Curiosity búið að vinna á Mars í næstum 2 ár og mun halda áfram að vinna þar þangað til að síðasti orkugjafinn hefur gefið sig.